Já, þetta var svona, hvað segja menn eftir svona leik? Já, það nú það maður. Það fer eftir vikn þú talar. Hvað myndir þú segja eftir þennan leik? Já, ég segi lítið maður. Þetta var svekkjandi. En Káringarnir verðskulduðu bara þennan sigur. Það nú ekkert flóknara en það. Þeir voru bara miklu grimmari og ferskari heldur við vorum í leiknum. Við gefum rosalega auðveld mörk hérna, fyrstu 2 mörkin. Tómas klaufi í sjálfu sér í 3. markinu og hittir ekki boltann, en það bara eins og það er. Við varum þá búin að gefa þeim þessi fyrstu 2 og við áttum aldrei bara break. Var einhver uppgjöf í mönnum eftir annað markið? Það var 2 mörk á 5 mínútna kafla? Já, það er bara, menn bara komu sér í rauninni aldrei upp á tærnar í þessu leik. Ég held að við höfum bara verið svolítið andlega gjaldþrota þarna. Vantaði bara hreinlega upp á að menn tækju sjálfan sig í nakkan og kæmu sér upp á tærnar. Þreyttir eftir Evrópuleikinn og hann satt í leikurinn, en við eigum samt að ráða betur við það heldur við gerðum. Kannski svekkjandi í ljósi þess að þú sagðir einmitt þar að þetta væri besti leikur liðsins á tímabilinu. Já, það var það klárlega og náttúrulega við bara höfum ekki breytt til að ráða betur við þetta. Það vantar Daskovic, hann var í leikbanni og Allan Lofing meiddur og 2 mjög sterkir leikmenn úr hópnum. Okkur bara munar það. En það er samt sem áður ekki öll ástæðan fyrir 3-0 tapi. Það eru náttúrulega menn sem kom inn og þeir náttúrulega vilja fá tækifæri í liðinu og þá verða þeir að sýna sig og sanna. Það er ekkert flókið. Þorsteinn Már skoraði fyrsta markið og leggur upp annað. Komið ykkur eitthvað óvart að þeir byrjuðu með hann frammi? Nei, ég minna það, þeir hafa svo miklu að velja að það er sem sé alltaf erfitt að átta sig með hverju þeir byrja í hverju leik, en syndaði skildi ekki að búin að selja hann bara. En er eitthvað svona pælingar á ykkur með í glugganum? Já, við erum búin að fá sender og hann verður vonandi klár í næsta leik, svo og Daskovic kemur aftur inn og það styrkir okkur, það er engin spurning, en ég held að Lofing verður nú eitthvað lengur frá. Eitthvað annað að frétta með leikmannamál, komur eða brottfarir? Nei, við erum að leita að styrkingu, en ekki búin að finna það sem okkur hendar ennþá. Ég hef búin að heyra eitthvað að, það er náttúrulega augljóst að Rolf Toft er búin að vera á bekknum undanförnum leikjum. Eru þið eitthvað ósáttir með hann? Verður hann áfram í liðinu? Já, hann er í okkar hóp og hann er ekkert á förum. Við höfum ekki nein efni á því að vera að losa okkur við leikmenn, það er bara þannig. Rolf var náttúrulega bara svolítið sprunginn á tímabili og bara smá svona pásu til að koma sér upp á tærnar aftur. Hvað það sem hrjáir Lofing? Hann tók með einn ára. En svona loka spurning, Kærastan hans er nýfarinn, þetta kom strax upp úr því. Maður vill alltaf, þetta er svona góðan brandara að spyrja að þessu, en svona þegar illa gengur, eru þið þjálfarnir eitthvað farnir að óttast hvort að þið verðið áfram með liðið? Nei, ég óttast ekki að vera áfram með liðið. Nei, með spilamennskuna var kannski ástæða til? Nei, það þú meina ég óttast að verða ekki áfram með liðið? Nei, ég óttast það ekki neitt, en ég meina, það er bara þannig að það er stjórn í félaginu og þeir stjórna félaginu vonandi. Þeir taka þá bara ákvörðun um það og þá bara gerist það ef það gerist. Ég meina, við erum að gera okkar besta og við náttúrulega urðum fyrir áfalli þarna að missa Papi eftir 4 umferðir og það hefur verið erfitt fyrir okkur og við vorum ekki með það breiðan hóp fyrir, en enga síður þá hefði maður nú viljað sjá að við værum komin með meira en 9 stig eftir 11 leiki.